Takk fyrir það, Gert. Komið öll sæl. Komið sæl. Gaman að sjá okkur. Og takk fyrir síðast. Við höfum átt mjög margar síðustu stundir með mörgum hérna. Víða land. Stórhættulegt að láta okkur Sigurjón fara að tala eitthvað sem byrjar á saga. Við getum auðvitað sagt sögur hér í allan dag og þannig við kemumst lengra. En við ætlum aðeins og við ætlum ekki að gera það. Ég má eiginlega til samt með að segja eina sögu af því að Steini Birgis hérna og Steingrímur Birgisson, forstjóri Höldu, spilaði Akureyrar. Við félagarnir, við vorum fyrir 30 árum síðan tæpum vorum við skattaeftirlitsmenn og fórum Norðurland til að svona skoða hvernig stæði hjá mönnum með staðgreiðslu og launaútreikningu og svoleiðis og gistum á Hótel Norðurljós á Rauðarárdal. Og tekjuskráningin var nú ekki alveg í lagi þar. Einhver hluta vegna, þetta var ungi krakkar að sunna sem ráku sumarhótel, Hótel Norðurljós reyndar eitt af mínum uppáhaldshótelum og bara sögur þaðan gætu dugað fyrir daginn. En við vorum semst kvöldi, þá vorum við að spila bridge, fengum fjórðamenn frá Kópaskeri, vorum 3 skattaeftirlitsmenn og mér fannst ég þurfa endilega að drekka smá viski með þessu bridge spili og spurði hvort ég geti fengið viski og þá sagði vertinn, nei, því miður þá ég ekki með leyfi nema fyrir vín með mat. Já, ok. Og ég sagði, en gæti ég fengið æriskoffi? Já, það var hægt, já. Það fá æriskoffi. Og svo hann að fara og segja, gæti ég kannski sleppt púðusykrunum? Já, það er ekkert mál. Já, og rjómi, mér finnst ekki rjómi. Nei, það er ekkert mál. Og ekki hafa kaffi í því. Nei, ekkert mál. Og þannig að ég drakk æriskoffi allt kvöldið. Bara með betra æriskoffi sem ég fengið, það er Hótel Norðurljós. En við sem sagt, já, á ég kannski að... Já, kannski þú stýrir. En við erum að velta fyrir okkur líka af hverju fóru af stað, af hverju fór þessi vinna af stað. Og þessi mynd segir meira en mörg orð. Hún er að sýna þróun fjölda ferðamanna til Íslands og spá alveg fram til 2020. Og það er ýmsar spár í gangi, en þessi er ekki verri en margt annað. Ástandi var þannig og er þannig að það er mikill vöxtur í greininni, mikil vaxtarverkir. Og það er enda merkilegt í þessa mynd að hún er ekkert ósvipuð bara myndin af því hvernig fólk er að fjölga í heiminum. Það voru 1970 einhverjar 3 milljarðir manna og í fyrra voru orðnir 7 milljarðar. Árið 2040 verður við orðnir 9 milljarðar, 2050 10. Við fáum einhverja góða drepsótt eða eitthvað svona reddar þessu. En það er ótrúlega hlutir að gerast. Bara á mínu æviskeiði, bara síðan, næstu á þessum tíma hefur íbúum heimsins fjölgað. Okkur finnst þetta eitthvað mikið, 800.000 mann sem að koma. Þetta er 0,13% af ferðamönnum sem komum til Evrópu. Þetta er ekki neitt. En auðvitað mikið fyrir okkur. Ég var að spá fyrir vinnu að því að bera þetta saman við fólksfjölgun. Ertu að lýsa því og fá að það sé samhengi milli ferðalaga og fjölgunar fólks eða það lýsa eitthvað fólk er að gera á ferðalögum eða? Já, svo getur það verið en þetta sé bein afleiðing ferðalaga. Já. En það er hugsanlegt. Svo merkileg er þessi grein. En milljarður manna var á ferðinni í fyrra og þessu mun bara fjölga. Þannig að þetta var staðan og áhyggjur manna Íslendinga og aðal í ferðarþjónustu, við erum öll Íslendingar í ferðarþjónustu, maður er nú komast að því, með einum og öðrum hætti, það ríkti hálfgert stjórnleysi hjá okkur. Þetta fólk er bara að koma, við erum ekki að stýra þeim nógu vel, við erum ekki að stýra flæðinu nógu vel á landið, það eru ákveðnir ferðamannastæðir sem eru að láta verulega á sjá og ef ekkert verður aðgert, að þá stefnir í voða. Það eru skelfilegir hluti framöndan ef við tökum okkur ekki á og stýra þessu. Og sögðu menn í greininni, það er búið að tala en það gerist voðalega lítið. Og þá var þessi hugmynd, væri sniðugt að fara þessa leið sem eins og Eggert lýsti hérna ágætlega á hann, menn hafa gert í sjávarútvegi, jarðvarma, að reyna að fá fleira á borðinu og athuga hvort það væri hægt að koma hlutum áfram. Og hvað gerir maður? Já, kannski aðeins bara örlítið þennan fjölda og þróunina. Ég vona að þessi mynd sem þið hafið ekki séð áður sannlega á þennan hátt, rugleikur ekki meira en hún sýnir og talandi aðeins niðurstöðuna, við erum alltaf okkur finnst þetta stórkostlega niðurstöður sem við erum að kynna hér í dag.
það auðvitað alveg hugsanlegt að einhver viðskiptafræðingur upp í háskóla geti rakkað þetta niður, en þetta er svona okkar skoðun, við erum kannski ekki alveg dómbær á það, en við skoðum ýmsar tölur og meðal annars þetta sýnir þróun landsframleiðslu frá árinu 2005. Hún hefur hækkað 7% og þessi myndin sýnir kannski skýrast að allar kennitölur sem snúa að ferðaþjónustu, þær hafa hækkað miklu meira. Þannig að hagvöxturinn, aukinn hagvöxtur hér, hann byggist fyrst og fremst á ferðaþjónustu á síðustu árum. Og ef við skoðum aðeins útflutningstekjurnar, hvernig þær hafa þróast, þá sjáum við að þetta árið 2012, að þá ferðaþjónustan, hún með einhver 14% af útflutningstekjunum og var með 14% árið 2009. Meðan sjávarafurðir og ál hafa svona haldið sínu þokkalega, eru í kringum 26 og 25%, en það ferðaþjónustan sem er að aukast umfram aðra aukningu. Og svona bara til að útskýra þessa tölu aðeins betur, að það eru flugið náttúrulega mjög stór þáttur í þessu, í ferðaþjónustu, og hér 61 milljarðar í fyrra, var einhverju 40 milljarðar 2009, en útgjöldin innanlands eru þá önnur en flugið eru þá 71 milljarðar 2009 en komin í 116 milljarðar þarna í fyrra. Það vantar eina glæri einhverju hluta vegna. Það glæran það hvernig við gerðum þetta. Hún hefur dottið út. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá því að spurningin þetta var ástandið í fyrra og hvað gerðum við? Hvernig fórum við að þessu? Hvernig ætluðum við að vinna? Talandi ferðalög, ég var í Karabíska hafinu í fyrra, var að horfa á 2 kokka sem voru meistarakokkar fyrir heilt skipafélag og þeir voru að sýna hvernig þetta sjóða spagetti. Og þeir voru með svona venjulegan spagettipakka og þeir sögðu að ef þú ætlar að sjóða spagetti, það eru ofboðslega margar skoðunar á því hvernig þú átt að sjóða spagetti. Og þetta voru Ítalir og þetta voru helstu sjeffar keðjunnar. Og þeir voru með þennan einfalda pakka, ég hefði séð þennan pakka og hann sagði við höfum eina reglu á skipinu þegar við sjóðum spagetti og ég beið alveg. Við förum eftir leiðbeiningum. Þannig að þeir hlustuðu á helstu sérfræðingana og það sem okkur datt í hug var að tala við sérfræðingana, helstu sérfræðinga íslenska ferðaþjónustu. Og við fórum all land og það sást vel á glærunni sem datt út að við fórum hringinn í kringum landið, heldum 11 fundi út all land og svo 1 fundi viðbót til að draga landið saman. Við gerðum rannsóknir, bæði við sjálf meðal ferðaþjónustuaðila, Gallup gerir rannsókn fyrir okkur meðal almennings, við gerðum rannsókn á heimasíðum markaðsskrifstofanna og við tókum viðtöl við 40 aðila innan greinanna sem við dýpkuðum skilning okkar á greininni. Þannig að þetta var aðferðafræðin sem við beittum og niðurstöðurnar byggjast á þessum grunni. Aðeins meira, þessar tölur byggjast á Tourism Satellite Account, þar að segja TSA, þessari aðferðafræði sem að flest lönd heims nota til að mæla ferðaþjónustu. Síðasta útgáfan hér í Íslandi var 2009 og það ekkert verið að vinna í þessu núna hjá ríkinu. Og hvað gerur þá? Jú, þú ferð á nærði sérfræðingin. Þannig að við fengum hana Vilborgu Helgu Júlíusdóttur sem hefur unnið þessa reikninga í mörg ár til að koma bara til okkur að vera með okkur og reikna þetta fyrir okkur og til að fá þessar tölur. Og þetta frá 2012 og þannig erum við að skoða heildar ferðaneysluna, hver neysla erlendra ferðamanna samkvæmt þessari aðferðafræði og neysla innlendra og hvernig það skiptist, neysla erlendra ferðamanna utan Íslands, þar að segja þetta eru fyrir íslensk fyrirtæki sem eru að vinna algjörlega erlendi sem eru íslensk, þannig að þessir túristar koma aldrei til Íslands en eru íslenska tekjur og þá erum við með frambóðið af ferðaþjónustu í heildina og svo neyslu innlendra ferðamanna erlendis. Þannig í fyrra var ferðaþjónustan 7,3% af vergri landsframleiðslu og ef við skoðum 2013 og þetta er áætlun en við erum komin ansi langt fram í árið og þetta ætti að vera nokkuð góð áætlun. Þá erum við að tala um 324 milljarða sem heildar ferðaneyslu, neysla innlendra ferðamanna þá 211 milljarðar og neysla erlendra 112, erlendra 211 og innlendra 112. Þetta það sem utan Íslands, þetta neysla innlendra ferðamanna erlendis og þetta eru þá heildar tölunar og stefnir í 7,7% af vergri landsframleiðslu.
Nú ef við tökum flugið út, þá eru þetta 80 milljarðar sem að innlendir ferðamenn að vera hér innanlands og þessi sömu innlendu ferðamenn við Íslendingar erum að eyða 107 milljörðum erlendis. Þannig að þetta eru vel yfir 200 milljarðar sem íslenskir ferðamenn að eyða í ferðir á hverju ári. Þannig að þetta er risa kaka, þetta er risa markaður og það er spurning hvort við erum að sinna þessu nógu vel, átta okkur á þessu, hvað Íslendingar skipta óbúðslega miklu máli. Þó okkur finnist fjöldinn mikill og Íslendingar fáir, þá eru íslenski ferðamenn þeir skipta verulega miklu máli. Hérna kemur þetta hvernig. Já. Bara ekkert komið að þessu. Dásamlegt, þá skildi vera. Já. Og ég búinn að fara yfir þessa, en þið sjáu þetta myndrætti, þið sáu þetta alveg fyrir ykkur ekki þegar ég var að lýsa þessu. Aðeins bara þessi orð hérna bara til að sjá þetta, við spurðum á fundunum öllum hverjar eru helstu hindranir í vegi fyrir því að við náum árangri. Og þið sjáu á stafana hvaða var helst sem að kemur í veg fyrir að við erum að ná árangri og ég ætla ekkert að fara nánar í það því að það kemur kannski á næstu glærun svona hvernig þetta rímar í okkar niðurstöður. Já, það ekki. Já. Og já. Herri, já, aðeins svolítið það hvað við fundum út og vorum að velta fyrir okkur að sem við fundum út að þegar maður skoða bara miðlana aðeins aftur í tíman að það var það kannski það sem við fundum út kannski bara vissu við þetta og við fundum út að það þarf að byggja upp ferðamannastaði, hver vissi það ekki? Það þarf að stýra umferð ferðamanna, það vantar fjármagn til uppbyggingar á ferðamannastöðum, það vantar líka fjármagn til uppbyggingar á rannsóknum í ferðaþjónustu, það vantar frekari rannsóknir í ferðaþjónustu og það vantar að nota þær rannsóknir sem til eru. Það var sagt við okkur að það þyrfti að tala minna og gera meira. Við reyndar fundum út að það þyrfti að tala meira og gera meira en það þarf að tala markvissar. Af því að það er lykillinn að því að við komumst að einhverju niðurstöðu. Við verðum að vita hvað við viljum gera. Það var það sem við komumst að í þessum ferðum. Við verðum að framkvæma af þekkingu, þannig að við séum ekki að hlaupa til og gera eitthvað sem er óþarf að gera og beina kröftunum að því sem við þurfum að vera að gera. Við lærðum það og sáum að samvinna, hún skilar árangri. Það var það sem að við lærðum á þessum fundum og kannski bara hægt að summera þetta upp í eina litla setningu sem við lærðum frá henni Þórbjörg og Þórbergssetri. Og hún sagði á fundinum, í ferðaþjónustu er eins líf annars brauð. Auðvitað á Þórbergssetri slámennum sig með svona tali, en þetta lifði í gegn. Við skoðum landshlutana, við ferðumst til allra landsluta og meiri seti Vestmannaeyjar sem er ekki á myndinni. Það nú reyndar kom sér illa þegar þú varst í Vestmannaeyjum, Friðfinnur. Já, ég var nærri drepinn, ég sem betur fyrir ættaður á Vestmannaeyjum og ég náði að jafna það svolítið. En við vorum komið með aðra mynd með Vestmannaeyjum, þannig að við dottið út. Já, það er óafsakanlegt. Já. Það er óafsakanlegt. Sko það er áberandi hvað er mikill árstíðarmunur í milli landsluta, hvað var þar fjölda ferðamanna og hvað var þar sölu á ferðum. Það fundum við út. Við fundum líka missterk fyrirtæki í öllum landslutum og það sem að kannski gladdi mann hvað mest, hvað við fundum mikið af sterkum fyrirtækjum sem voru ívandi business og þar voru menn sko að tala um aðsóknartölur, þar voru menn að tala um peninga og rekstur. Það var misjafnt samstarf innan landslutana. Við rákum okkur á það. Undirbúningsvinna, skipulagsmál, sveitarfélaganna þau eru í misjöfnu standi og það gladdi mig og þetta sem á sterkar rætur til Vestfjarða að finna að þar eru skipulagsmál í mjög góðum farvegi. Þetta læra af Vestfirðingu hvað það verðar. Stjórnsýslan, fólk talaði um það, hún er ruglingsleg, þyrfti að vera einfaldari og skilvirkari. Og svo rákum okkur það að milli landslutana er ekki nægilega mikið samvinna nema í formi viðskipta. Að fyrirtækin eru að eiga viðskipti auðvitað þvers og krus landið. En frekar að landslutamörkin, sýslumörkin, sveitarfélagamörkin, þau eru að trufla frekar en hitt. Ferðaþjónustaðalegir í Hvalfirði vinna saman, sveitarfélagamörkin liggja
í miðjum Hvalfirði, bara eins og innsiglingarlína fyrir skipin sem þangað eiga erindi. Við ákváðum að bera landshlutana saman og þetta kannski ekkert þetta mikill texti og ég ætla ykkur ekki að lesa hann, þetta í skýrslunni, en þetta svona til þess að reyna átta sig á samkeppnishæfni landshlutana. Við komumst að því að landslutarnir eru allir meira og minna eins í raun og veru. Hvað var aðstöðu? Hún aðeins misjöfn, en það hægt að byggja upp og það mikil uppbygging á aðstöðu allt land. Við komum ekki í neitt landshluta þar sem að menn eiga ekki frábæra náttúruperlur. Já, það bara alls staðar fallegast. Það bara alls staðar fallegast. Og einstök náttúra. Einstök náttúra. Mögnuð. Og það sem við rákum okkur alls staðar á, þrátt fyrir Hrepparík, alls staðar gott fólk. Magnað fólk. Það var það sem að vekur upp spurninguna. Við vorum á ferðinni í svona verkefnið og taka nokkra mánuði og af hverju gerum við ekki meira að þessu? Við þurfum að fá að vita eitthvað. Vita hvað fólkinu finnst í þessu litla landi. Af hverju förum við ekki bara og hittum fólkið? Ja, það var allavega það sem við gerðum og við bara hittum það. Við hittum ekkert alla, við hittum þá sem vildu hitta okkur. Rúmlega 400 manns sem kom fram og það var frábært. Það geta allir sammála, en það á fólk ekkert að vera sammála, þá ræða sig að sameiginlegri niðurstöðu. Það hafa sérst allir það sem þarf til, allir landshlutar í raun, sem skilur á milli landshlutarna árangur þeirra, finnst okkur vera, það samstarfið, það vöruframboðið og sölustarfið. Þetta það sem skilur á milli. Það svo sem bara einn landsluti sem með hreindýr. Það kannski ákveðin sérstaka, og ekkert kannski, það ákveðin sérstaka. Við skoðum vörurnar, það eru flottar vörur í öllum landslutum. Það eru bæði vörur sem eru sprottnar af náttúruperlum, það eru líka vörur sem eru bara búnar til. Og þið þekkið þessar vörur, þetta er Bláa lónið, þetta gestastofan á Þorvaldseyri, þar sem við hittum Ólaf Eggertsson og hans frú, þar sem við stóðum vaktina miðjan febrúar, vorum gestir númer 2010-2014 þennan febrúardag á Suðurlandi. Kostaði 750 kall inn og þegar við byrjuðum að reikna þá sá Ólafur alveg rólegir. Sér kannski stoppið aðeins 210-214. 210-214? Já, og rúmlega 200 sko. Já, hvað sagði ég? Þú sagði 2000, en góð saga, mjög góð saga. Já. Ég bara svo inspiraður af þessu. Já, þú vart alveg komin á fluguna, já. Á kraftinum Ólafi. Já, við náðum þessu, það er alltaf að gerast í Ólafi. Já, og að því ég með þetta var spáin fyrir 2014, á þessu februari. Að magnaða koma þar til þeirra hjóna. Hann fór yfir 100.000 gesti, sá ég í fréttunum. Og fljótur að rekna og summera upp hvað það gefur sinni 750 kall. Þannig að hann var kátur. Hreindýravörurnar á Austurlandi, auðvitað, skúta og skíði á Vestfjörðum, landnámssetri, hvalaskoðun, Airwaves og fleiri. Frábæra vörur. Við settum við svona töflunir í skýrslunni og kíktum aðeins betur á þessa vöru. Voru svona að reyna átt okkur á suma hverjar hvernig hægt að vikta þær inn í svona ráðgjafamódel. Ég ætla ekki að fara út í þannig, þetta skoða það í skýrslunni. Það sem við fundum út og sem okkur langar að bera fram að við nálgumst þetta ekki út frá landshlutum, við nálgumst þetta út frá vörum. Og þær í forgrunni, við sjáum vörurnar hér, efst, vöruflokkana, þetta auðvitað ekki tæmandi, þetta aðalvörurnar, þetta söluvörurnar. Hér eru stoðvörurnar sem gera það verkum að það hægt að koma, þetta þarf að vera. Það hægt að setja náttúruna á báða þessa staði. Það má segja það að gosið og kreppan og PR-starfið, það vekur athygli á landinu, hvort sem þetta sanna það eða ekki. Náttúran kveikir löngun fólks til að koma, en vörurnar sem fólki kaupir ástæðan fyrir því það kemur. Svo fólkið, upplifunin á því að vera í landinu, gerir það verkum að fólk segir frá því að það kemur eða kemur aftur, eða hvoru tekja. Þannig að við sjáum þetta svona. Við eigum að keppa í vörum, ekki landshlutum. Við eigum að sameinast eitt vörumerki, Ísland. Það vörumerki sem við erum að selja. Þannig eigum við að nálgast þetta. Við eigum önnur vörumerki, vitum að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að skoða það að nota vörumerki Reykjavík. Við viljum ganga lengra. Við viljum segja Reykjanes á að vera höfuðborgarsvæðið, á að vera undir þessu vörumerki.
Það var rætt á Akureyri og á Norðurlandi hvort að Akureyri væri vörumerkið fyrir Norðurland til að Seljasundir. Við vitum á Vestfjörðum að þá nota allir orðið Vestfjörði. Þetta er okkar hluti. Já, og það má kannski bara svona til að enda þetta að sko niðurstöðurnar, skýrslan á netinu, þetta er lifandi plagg, hún liggur fyrir, þetta samtal er ekkert endanlegt, það er semst á fljúgandi ferð, ráðherrann kom ágætlega inn á það áðan að nú þarf að fara að gera og við erum náttúrulega mjög ánægð með það að ráðherra ferðamála ætli að taka þetta á fullri ferð. Við erum samfærður það að þeir sem eru hér inni, allir þessir aðilar sem koma að þessu eru tilbúnir í þá vegferð með henni, en okkur fannst sko ferðalagið ekki síður merkilegt heldur en niðurstöður og við erum á þessu ferðalagi saman. Það að koma á þessu samtali milli þeirra sem eru beinir hagsmunaaðilar og svo óbeinir, það fannst okkur lyfta þessu á annað plan. Það er verið að gera frábæra hluti út allt land og það hafa stórkostlegir hlutir gerast á síðustu árum. Nú þurfum við að taka næsta skref. Nú þurfum við að taka flugið og taka þetta ennþá lengra. Og það er verkefni framundan og við svo sem teljum okkur viðtalið hvaða verk eru brýnust núna. Við fundum það út að það eru allir sammála að við þurfum að bregðast við og við þurfum að gera og ætlum að gera ferðaþjónustuna enn magnaðri atvinnugrein. Allir sammála það. Bara svona leiðirnar sem við þurfum að velja og við förum þær.